Já, verið velkomnir áhorfendur góðir hér í KA TV. Hér heldur betur stórleikur framundan í úrvalsdeild karla í blaki. KA og Hamar að mætast og þetta einmitt síðasti leikur liðanna fyrir bikarúrslitahelgina, þannig að það væntanlegt að liðin vilja vera að koma skriði inn í hana. Ágúst Stefánsson heiti ég og með mér Jóna Margrét Arnarsdóttir. Velkomin Jóna. Já, takk fyrir. Já, hvað heldur við séum að fara að sjá hér í dag? Þetta eru tvö hörkulið. Já, það góð spurning. Þetta getur eiginlega bara allt gerst. Já, við ætlum að sjá það daginn að Hamar getur tapað leikjum. Já, akkurat. Og sérstaklega núna þar sem þeir eru eiginlega bara búin að vinna hérna deildina, þá kannski gætur eitthvað slakað á, þá maður veit ekki hvað gerist. Nei, einmitt og við kannski kíkjum á deildarstöðuna, sjá mann hérna, Hamar eru, eins og segir, þeir eru í mjög góðri stöðu á toppnum. Já. Og hérna, KA hins vegar er í smá brasi. Já, þeir þurfa alveg að stiga að halda í dag. Já, því að sko, KA á 3 leiki eftir í deildinni. Það er þessi leikur í kvöld gegn toppliði Hamars og hinir 2 eru móti HK sem eru í öðru. Já, það er svolítið krefjandi leiki framundan. Einmitt, þannig að það er eiginlega bara erfið stað sem stráðurinn komir í, en við vitum það að það býr rosalega mikið í okkar liði, þannig að vonandi bara einmitt verða þeir nú að liðið með 2 sem að leggur þetta ofurlið Hamars að velli. Já, vonandi. Já, og kannski kíkjum aðeins á lið Hamars. Og þeir eru einmitt hérna, númer 4, Kristján Valdimarsson á miðinni og númer 6, líberóinn Ragnar Ingi Axelsson og númer 7 er Tómi Leik. Númer 8 er svo hinn tvíburabróðurinn Hafsteinn Valdimarsson, númer 9 er Jakob Madej, númer 12 er Damian Sapor og 13 er Radslav Rybak og hann er svo þjálfari líka eins og við kannski þekkjum. Kíkjum kannski á KA-lið. Númer 1 þar er Óskar Fernandes Celis, númer 2 er Patrik Gabriel Bors, númer 3 er Miguel Mateo Castrillo, númer 6 er Birkir Freyr Elvarsson, númer 7 er Alexander Arnar Þórisson, númer 8 er svo Arnar Már Sigursson, númer 9 Sölvi Páll Sigurpálsson, númer 10 Hermann Bíring Ottosson, númer 11 Draupnir Jarl Kristjánsson, númer 12 Edvard Kostin Bors, númer 13 Gísli Martin Baldursson, númer 14 Börkur Marinusson, númer 20 Benedikt Rúnar Valtísson og þjálfari er svo sjálfsögðu Andri Collins dos Santos. Já, þetta er svona hálf skrítið eftir að Hamar byrja með þetta öfluga lið sitt. Þeir eru ekkert voðalega margir. Nei, en þeir eru bara með gott byrjunarlið, mjög sterkt byrjunarlið. Heldur betur. Svo eru þeir eiginlega ekkert með mikið fleiri, eins og núna, það er engin varamaður út af. Já. Þeir eru bara með 7 leikmenn. Þetta er hálf skrítið, en þeir endu í Oddarhreinu gegn Þrótti Fjarðabyggð á dögunum. Já, þá mittist Jakub í 2 hrinum eitthvað. Og þá komist Þróttarar aldeilis á skrið og nýtti sér það. Já. Mjög gott hjá þeim. Einmitt, og það er fyrsta skipti sem að Hamar fór í Oddarhreinu. Þannig að það er svona mikið fyrstu skipti nú hjá þeim. Fyrsta skipti í Oddarhreinu. Já, akkurat. Þannig að vonandi, eins og segi, náum við að kýla á þetta. Það eins og við segjum, KA-liðið virkilega þarf að hafa fyrir ef við ætlum að ná 4. setinu á kostnað vestra sem er flottir í vetur. Akkurat. Þeir þurfa held ég að ná allavega 4 stigum í næstu 3 leikjum til þess að komast í úrslitakeppnina. Já, einmitt. Sem minni rétt. Það er svona okkur, það er allt heimaleikir þó að anstakandi sér verður. Þetta verður að staðina hjá okkur. Og vel gert hjá Birki þarna og Óskar hinum megin neglir þessu og já. Frábærlega gert hjá Birki og svo kemur Óskar, maður verður bara svona áskiptaði að hann leimur þetta í gólfið. Já. Ótrúlega öflugur og flottur Óskar Fernandes. Búinn að vera mjög sterkur í vetur. Já, heldur betur. Hann svona síðar hluta í fyrra, hann virkilega fór að stíga upp og hann hefur haldið því áfram í ár. Akkurat. Já, fín blokk. Og Mateo, já þeir ná hvað vera. Kemur Óskar aftur og nei, núna sjáðu við honum. Flott vörn.
Já, svo missir hann yfir. Hörku bolti hérna. Já. Þetta rétt, það fer bringuna á Hermanni fyrst. Það var nú flott rally. Já, heldur betur. Það er svona gefið góð fyrir þetta verði skemmtilegur leikur. Spennandi leikur. Hérna skorar Hafsteinn Valdimarsson fyrstast í gestana. Já, erfið mót. Þarna vantaði eitthvað talanda. Já. Jæja. Það er bara næsti bolti. Já, það verður að vera svoleiðis. Já, það er svolítið erfitt að svekkja sig á þessu lengi. Nei, nákvæmlega. Já, það var nokkur að tekið ferðina norður á Hveragerði. Það heyrist alveg áfram Hamar hérna. Það er einmitt svo mikið líka neðri deildamótum. Já, einmitt. Þannig að ég held að þetta sé mikið að liðum þaðan líka. Já. Já, en við tókum alltaf þessu stíi 2-2 hérna. Já. Og kemur Óskar hinum megin. Hann svarar bara sömu mynd. En já, það er hvað? Það er vika í úrslitahelginni í Kjörusbikarnum. Þar eru þessi liðið að sjálfsögða að keppa og gætu mæst í úrslitaleik. Já. Þannig að þetta gæti verið kannski svona forgrunnur að úrslitaleik Kjörusbikarsins. Það skiptast bara á að klúra ekki. Já. Við þykjum það svo sem á þeim allavega. Já, allavega 2-1 fyrir okkur í því til þessa. Sjáum hvað Hermann gerir. Já, fýtbolti á honum. Já, hörku blokk hérna. Já. Vel lokað. Lexi má eiga það, hann er mjög stór. Já. Hann má vissulega eiga það. Já, má eiga það. Og hans fyrsta stig í leiknum og... Þau verða nú vonandi fleiri. Já. En maður þekkir hann rétt, þá verða það klálega fleiri. Já. Hermann áfram hérna, fýtbolti frá honum. Smá mistök hérna og... Já. Svo luðið þegar það passa sig að það hendi ekki netinu þannig. Já, það var svolítið skrítið eitthvað. En já, áfram jafnt hérna, 4-4 og svona smá sveiflur í þessu. Já. Já, flott móttaka. Fín blokk hérna. Það er greina að lásu vel í það að maður fara að feika þetta miðinn og setja tilbaka á Matteo. Já. Og Jakub með gott blokkstig. Já. Þið myndi þekkja það vel í uppspilinu, það er ekki bara boltinn er orðið góður, það er þetta líka feika háðina. Plata blokkina. Og þessi bolti frá Sölva út. Já. Já. 3 stig í röð hjá gestunum og fyrst skipti 2 stiga munur á liðunum. En nú þurfum við bara að svara. Já, en það fín móttaka. Þeir á Matteo. Þeir ná að halda þessu. Frábær vörn. Og kemur Sölvi hinum megin og nei, þeir ná að halda þessu lífi. Já. Fín. Já, vel gert þarna. Nota blokkina. Já, þetta er gaman að sjá. Bæði lið að spila að vera fína vörn og menn þurfa að hafa svolítið fyrir þessu. Já. Og Matteo kominn á blað. Við ætlum að reiknum að Alexi skori meira. Það má alveg segja það að Matteo myndi skora meira. Já. Kemur Matteo aftur. Já, fín uppgjöf. Já, og Alexi kemur. Vel gert. Flott. Já, Lexi er náttúrulega þokkalega vanur þess að þurfa að vera tilbúin ef að boltinn leikur yfir. Já, akkurat. Og refsar leið. Já.
Já, hvað? Önnur uppgjöfin sem klikkar hjá Káa. Já. Þetta er svo sem á Matti var eðlilega til því hann náttúrulega reynir alltaf að sækja. Pressa svolítið. Já. Þetta gerist. Alltaf upp á Sölvi, já. Hvít bolti. Já, þetta er með net á gestina. Já, númer á Jakob. Já. Það var kannski ekki svona argandi net á mann en... Nei, ég ætla að tóka ekki mikið eftir því. Nei, en ég svo sem ekki fylgjast mikið með. Nei, það eru aðrir í því. Ekki, já, ekki í því kannski. Sölvi, já. Missa aftur, Lexi klikkar. Það er búið að vera svolítið mikið svona klaufamistök. Já. Aðeins svona, missa boltinn yfir samskiptalýsi og... Já. Það er eiginlega bara munurinn. Já, einmitt. Það er kannski líka smá stress í mönnum. Já, skiljanlega. Það er sérstaklega kannski Káaliði, við vitum hvað er mikið undir okkur. Það er mikið í húfi. Kemur Matti og setur í netið, já. En leikurinn nú bara rétt að byrja. Já. Þetta er bara aðeins að hitta upp. Ég vil ekki að segja það, við fáum 5 hrinnur. Já. Ef ég man rétt, þá náðu Káa aldrei að taka hrinu af Hamar í fyrra. Nei. En þeir hafa tekið hrinu á móti þeim í öllu leikum til þessa í vetur. Já, akkurat. Þannig að það er svona, ég ekki að segja það, við séum hann algast á. Já, ég myndi segja það. Þessi uppgjöf full föst og var alveg tölvöld úti. Já. Það var Lexi í uppgjöfina. Já. 1 stigs munur. Gott að missa það ekki langt frá sér. Já, flott móttaka hana. Og þetta var frábærlega gert. Já, Ræðarslag kom inn á blaðin, hann má eiga það, þráttur í aldurinn, þá svífur hann svakalega. Akkurat. Það var ekkert mikið að sjá að það væri afturlínumanns hjá honum. Já, flott móttaka. Óskar blokkaður, Sölvi mættur undir, vel gert, kemur Óskar aftur bara og hann missar hann aftur tilbaka. Og enn er Óskar og á sér hann út. Já, ok. Það er svo sannlega fínt að gefa Óskari bara sinn sinni hann skorar, hann skorar svo oft. Já. En þetta fór ekki alveg með okkur núna. Nei. Nei, ég held að hann myndi lenda aðeins stærnheitinu þessi. 3 stig í röð Hamar og skyndilega 4 stiga munur. Já. Það er svona eins og svo ofta að leiðum að segja ekki eins og þarna gott að missa ekki Ólaf frá sig þá gerist það. Já, akkurat. En við þurfum bara að losa þetta. Já, það er fljótt að vinnast tilbaka. Já. Kemur Matti og setur hann út. Sýndismeiri á. Já, það var svolítið út. Já, eins og þú segir sko, svona Káali er að gera aðeins svona meiri mistökum og... Já, allavega, það er ekki að sjá að Hamar er ekkert endilega að skora mikið meira. Það er frekar Káa svolítið að skora fyrir það oft. Já. Setja boltan út og svona. Einmitt, en það sjáum við að Káali er búið að gera hérna 7 stig sem hafa gefið Hamar stig eftir mistök. Akkurat. Hamar aðeins 1. Já, það munar svolítið. Já, það er svolítið mikill munur. Já, en hérna skora Matti á stig. Já. Blokk út. Vonandi höldum við svolítið þessari stöðu með flotta framlínu. Já, Já, held sér rétt. Ég held að þetta sé rétt, hann var aðeins að trufla hann. Óskar seildist full langt þarna. Þessi bolti var alveg svolítið frá niðinu. Já, aðeins. Já, flott uppspil hérna. Hörðu hann bara. Matti að blokka það.
Já, Hamarsmenn heldur betur að sína mátt sig núna og komnir 60 miður þegar K.A. tekur leikli blokkstig hérna hjá Hafsteini og þá Andrei séð nóg í bili. Já. Já, það svona ennþá nóg eftir að þessari fyrstu hreinu en þetta svona... Byrjar svolítið erfiðlega. Já. Já, sjáum hérna stigastu leikmenn, Matti og Lexi með 2 K.A. og Óskar með 1. Hjá gesturinn þarna Hafsteinn með 2 og svo aðrir með 1 þegar Jakob, Damian og Ladislav Rybak. En annars náttúrulega svo svakaleg munur eins og það eru 8 af þessum 15 stigum eftir mistök K.A. í miðjuleik og 2 eftir mistökur uppgjafir. Þetta eru samtals 10 stig eftir mistök á K.A. Af 15. Af 15, já. Það er rosalega mikið. Sem segir ykkur það að við ætlum að eiga með hörku sens í þá. Þeir eru bara aðeins að fínpúsa leikinn okkar. Akkurat. Já. Og kemur Óskar, hann blokkaður. Þetta er líka annað vott sem þeir hafa. Það er þessi hávörð sem þeir eru með. Já, þeir eru með svolítið hávaflokk. Já, og þetta segir þetta þessu öll 3 stigin hjá Hafsteini eru blokkstig. Akkurat. Nei, fyrirgeðu, það eru 2. Já, 8-1 smassi, já. Kemur Matti og þarna. Þetta var gott. Þetta sá líka Hafsteinn, hann var ennþá á leiðin í hávörðina. Já, þannig þetta var flott spil. Heldur betur. Kemur Óskar með boltan langur, hann úti á. Og held ég að reyna aðeins og örugt. Já, hann setti hann bara í netið á hann. Passa að hann væri allavega ekki í netið. Já. En já, 7 stiga munur og við þurfum vilja fara að ná að smá áhlaupi sem allra fyrst. Já. Já, netið. Þetta hjálpar. Já, það gerir það. 4. uppgjöf sem klikkar hjá Hamar. K.A. klikkar á 3. Það kemur Hermann í uppgjörinu fyrir K.A. Hann var góður á það, hann náði við smá kafla. Já. Og já, flott. Flott þarna. Já. Það líka alveg flott hávörð til okkur. Já, það það. Heldur betur. Komið 5 blokkstig nú þegar. Já. Og það er smá bras í móttökunni. En þeir ná að byrja þessu. Og Lexi kemur. Þeir ná að verjast. Já, hann kemur hörkubolti hérna, Rybak og hann klárar þetta virkilega vel. Og sá ekki líka lendi Sölvi á. Ég held að Lexi hafi komið svolítið í ferð og ítt aðeins í hann. Þannig að það smist jafnvægi. Já. Það er svo lent líka á dómara stiganum góða. Já. Jæja, áfram með smjörið 12-18. Já, flott. Já. Þetta var sniðt. Já, þetta var þokkalegt tætti sem hann býr yfir í staðan fyrir að smassa. Hann var beigð hann og setja hann aftur fyrir höfuðið. Já, sniðt sérstaklega því að miðjan var í uppgjöf að setja hann á í 5. Já. Já, maður var alltaf klárlega að sjá batamerki á okkar leik. Já. Já, fín uppgjöf þarna. Flott móttaka. Já, alveg frábær móttaka. Alveg geggjum móttaka. Og Matti og það er að setja nýðið bara. Æj. Já. Það er ekki að segja það eins og maður segir alltaf eitthvað klikkar. Góð hugsun enga sér. Já. Ég veit. Ég ætla að láta hann detta þarna við netið. Það var fullstuttur hjá hann. Já,
stefnir í að Hamar sé að taka sér fyrstur hinnu en við svo sem séð ótrúlega sveiflur í bakinu. Já. Var ekki touch þarna? Jú. Það var alveg klárt. Já. Já, flott. Sölvi ekki fyrsta stigið honum. Já, það held ég. Já. Gaman að sjá Sölva þótt ekki verið í byrjanliðinu. Já. Eftirlegur strákur sem við vilja sjá meira af. Já, akkurat. Stóð sér vel í afturöldingaleiknum. Já. Já, þessir úti. Já, þeir eru ekki sáttir. Gestirnir. Ég ætla að glimta að horfa. Á gult spjald hérna. Hann má náttúrulega ekki tala við dómarana því hann er ekki fyrirliðin inn. Nei, einmitt. Það er flott að allavega stoppa strax eitthvað svona svo að leikurinn fari ekki alveg í eitthvað rugl. En ég held samt að þessi bolti hafi verið úti. Já, hann var klárlega úti. Ég held að þeir hafi verið að segja að það hefði verið net. Já. Ég sá það svo sem ekki. Nei. En niðurstaðan er allavega svo að Káa er núna 4 stigum eftir og við erum kannski aðeins að fá þetta okkar megin núna. Mistök í uppspilinu þarna og Káa fær ansi ódýr stig þarna. Þarna var engin. Já. Spurning þetta Hamarmenn séu aðeins sem missa tætti núna, komandi smá pirringur í það og... Já, það geti eitthvað. Sem við Sölvi, hvað var í gangi þarna? Það held ég allir að það væri timeout en dómarinn var nú búinn að flauta þannig þeir... Já, Rýpa kann klára þetta. Það var vel gert hjá þeim að klára þetta stig. Og eiginlega hálf magnað að menn hafi verið í réttir úrslitingu þarna. Já, eiginlega. Já, aftur 4 stiga munur en það er spurning, náðu það að minnka þetta enn frekar. Já, þetta var flott uppgjör. Já. Virkilega föst. Þá að teka þá sitt annað leiklega. Já. 2 stig rauðu Hamar núna sem að létta aðeins svolítið pressuna. Já. En já, eins og segi, það er náttúrulega þessi bikarveisla framundan. Hvað, Káa tekur upp til Vestri, mætir Vestri á föstudaginn og svo er þetta þið í hvernig meginn, það er að fara að spila á laugardeginum og þið, hvað, fengur Þrótt Fjarðabyggð, það ekki? Jú, við fengum Þrótt. Já. Þannig að það var gaman að því að sjá bæði karla á kvennaliðin okkar í bikarúrslitum. Já, það væri frábært. Það hefur ekki gerst hvað síðan 2019. Nei, mitt. Tímabilið þegar við unnum öll. Já, þegar bæði liðin unnu allt. Já. Þið sem eigi ennþá sens á því, þeir eru alltaf efstar í deildinni og komnar í undanúrslit bikar. Já. Strákarnir eru aðeins eftir en það er bara eins og það er. Já, já. Og hvað, lokaleikurinn ykkar í deildinni, hann er byrjun apríl eða ekki? Jú, ég held 1. apríl eða eitthvað svoleiðis. Nei. Já, ólíklegt að það sé 1. apríl. Já, nei, það er bikarinn. Bikarinn þá. Nei, á sama tíma og þeir keppa móti HK. Já, það sé ekki 10. Já, jú, það var, já. Þannig að já, það er svona virkilega skemmtileg tíma framönda núna. Það er það sem allt er undir, bæði deild, bikar og úrslitakeppni. Akkurat, núna er svona skemmtilegasti parturinn að byrja, allt að gerast. Heldur betur. 4 stiga munur, Lexi menn að bolta hérna, fín móttaka, kemur á miðjuna, en áhugin hefur kraftinu þessu. Já, kemur Óskar. Já, þetta er vel lagað. Og, svo líkir þetta vel. Boltinn upp á Óskar aftur, Óskar svolítið frá netinu, blokkaður og dettur í gólfið. Nú var það Kristján sem að náði blokkinni. Já. Já, þeir eru náttúrulega svakalegi turnar hann á miðinni, Kristján og Hafsteinn. Virkilega gaman að þessu mættir aftur til Íslands að spila. Það voru náttúrulega lengi úti. Já. Þetta er bara fyrstu 2 tímabilin held ég sem að
síðan ég byrjaði sem þeir eru að spila, þannig að það eru alveg búin að vera sletta lengi úti. Já, þeir fara út 2009. Já, akkurat. Þá kláraði Menntaskólann Akureyri hér. Já. Urðu mitt blakmeistarar Menntaskólans Akureyri. Já. Alla í öðrum, þriðja og fjórða bekk. Já. Ásamt mér. Jæja. Ég lifa á því að spila með þeim. Gefið frábær laum. Ég fannst að vera að ná þessu. Það voru allir þarna. En já, þarna kemur mikið að stig frá Jakub, 23-18 og Hamarsliðið er komið í ansi góða stuði. Já. Já. Kemur Matteo. Já, vel gert. Hann býður og býður Já, og býður. býður alveg angla flokkinu að fara niður. Það er líka gaman að Hafsteinn hann alveg brost út af eyrum. Já, bara á. Það átti að segja því að hann var hann gjörsamlega tekinn. Já. Það er líka gaman að þegar menn hafa gaman að spila. Það sé ekki endalaus pirringur og svoleiðis. Já. Já, vel gert. Báðum mættir undir, kom alltaf yfir, vel gert. Og þetta var það er svolítið erfitt. Já, það er bara einn í blokk. Einmitt. Og Tomek Leik gerir sitt fyrsta stig. Aftur 5 stiga munur. Nú eru Hamarsmenn aðeins 1 stigi frá því að klára þetta. Já. Það er að segja í fyrstu rinnu. Já. Já, við lifum ennþá. Já. Hver það uppgjöfuna? Hermann í uppgjöfuna. Já, Hermann búinn að taka, 4 uppgjafir, engin klikka til þessa. Ekki þessi allavega. Nei. Þetta er yfir, Óskar tekur vel á. Flott vörn. Kemur Sölvi. Nektur þessi hávörðina, boltinn inn í leik. Og kemur Matti á hinum megin og setur hann út, sýnist mér. Nei. Hvað? Nei, og Línu verður sagðan inni en hann var, held ég, klálega úti. Já, ég held það. Já, ég held að sé rétt að Hamarsmenn fá þetta stig og vinna það með þessa fyrstu rinnu 25-20. En Káa komur nú svolítið tilbaka, þannig að... Já, heldur betur. En bara Hamarsliðið, það er svo svakalega svona sigur, hefð komin í þetta lið að það er eiginlega rosalega erfitt að snúa leikjum á mótið þeim. Já. Þannig að nú er fínt að byrja bara 0-0 í annar rinnu og ná henni. Já, akkurat. Sjáum hérna skori stig, Matteo stigastur á vellinu með 7 stig. Óskar og Lexi báði með 2 og Sölvi 1. Hjá gestunum þeir fóru nú að skora aðeins meira þegar að leiða á leikinn. Hafsteinn, Jakub og Radoslav allir með 3. Það eru minna hérna Kristján og Tomek. En já, það er kannski áhugavert að sjá tölfræðina í þessari fyrstu rinnu. Þetta var eins og ég segi, Káa-liðið var að gera allt og mikið af mistökum. Já. Og hér sjáum við það bara að sjá að Káa skora 10 smartstig gegn 5. Og það er eiginlega bara munurinn eins og við sjáum. Já. Það eru 13 stig sem að Hamar fær af 25 eftir mistök Káa-liðs. Við löguðum mistökum klálega að leiða. Við vorum rosalega mikið af mistökum snemma. Akkurat. En þetta er vissulega samt of mikið og svo náttúrulega eru þarna 4 blokkstig líka hjá þeim hjá gestunum, 2 hjá Káa. Já. Þannig að já, það er vonandi að við bara náum að halda áfram að byggja okkar liðið upp og já. Svörum betur fyrir okkur með heilsefæri leik í annari hrinu. Við séum ekki næsta með tímalínuna góðu. Já, hér kemur hún. Sjáum jafnt á fyrstu tölum. Síðan, kom hérna slæmukafli á okkur og Hamarsmenn gjörsamlega keyrðu á þetta. Já. Náðu mest 7 stiga fórustu í stöðunni 17-10. Og það bil náðu við ekki að brúa, minnkuðum hérna niður í 4 á tímabili. Já. Nei, niður í 3 fyrirgefið. En nær komumst við ekki.
og Hamar tekur fyrstu hrinni 25-20. Já, þarna sjáum við prósentu hlutfallið á stigunum. Aftur sjáum við það að mistökin hjá KA-liðinu eru rúmlega helmingurinn af stigunum hjá gestunum. Það við tölum ennú meira það. Já. En eins og segja, ótrúlega gaman að Hamar sé komið með lið í efstu deild og eru heldur betur búin að stilla sig en unnu alla titlana í fyrra, ekki bara alla titlana, unnu alla leikina í fyrra. Já. En eins og segja, þeir eru kannski aðeins að gefa eftir núna að þeir eru búin að svona hálfpartinn búin að vinna deildina. Já. Þannig að það kom að fyrsta tapið daginn. Odda hérna móti Þrótti Fjarðabyggð á dögunum. Akkurat. Þannig að vonandi sjáum við einhverja bresti sem við getum hamrað á. Já. Önnur hreina. KA hafa skipt og Börkur kom inn á fyrir Patrik. Annars liðið óbreytt. Já, hrattu svo miðina. Já, vel gert þarna hjá Sölva og Matti á hinum megin. Já, þeir hafði þessu lofti. Já, þetta var svolítið ljótt. Já, lítið við þess að segja. Já. En sko, vá, hvernig það þarf að blokka þetta. Hafsteinn til að sko, bæðir hann rosalega háa sinni með langar hendur og hoppar hátt. Já, akkurat. Hann að lék sér að því að koma alltaf niður hann. Já. Og fyrsta stíð því hjá gestunum. Þessi eins og er út. Já. Óskar lætur hann fara og hafa rétt ákvörðun. Fín móttaka boltinn hérna upp á Radoslav. Já, Hermann Byring með alvöru blokk þarna. Þetta var virkilega flott og kannski meiri líkur á að blokka Radoslav og hérna heldur að týpura ræðuna. Já, ég held að þetta hefði verið 4. Já, sammála því að það var mjög neðarlega þessi bolti. Já. Já. Þannig að KA er komið 3-1 yfir núna. Jæja. 3 stig í röð. Þetta er ágætlega. Guðmenn að bolta. Hann er ekki langt úti. Nei, hann var við það að sleikja línuna. Já. Svo var ekki... Boltinn upp á Óskar og... Nei, þetta misheppnaðist. Já, 3. stig í röð á gestunum og... Aðeins bras. Aðeins bras á okkur. Það er svona svo vön því undanverðin ára að kannski vanta aðeins upp á stöðuleikana á KA-liðinu. Það er vön því að vera í smá brasi. Akkurat. Já, Birkir. Já, þetta er svolítið erfið móttaka. En gerum ágætlega úr þessu en frábær hávör þarna. Já, Hafsteinn er enn að blokka, komið 4 blokkir hjá honum. Já.
Káa tekur þá líklega. Já. Svo sem við erum að spila ágætlega, en það er bara meira en að segja að koma boltan fram í þessari Hávörð, sko. Akkurat. En já, kannski vissulega, kannski getum við bætt aðeins í móttökurna eða vörninni hjá okkur og kannski það auðveldar uppspilið hjá okkur. En það verður alltaf bara viðurkennast að þetta Hamarslið er alltaf bara gríðarlega öflugt. Já, það er það. Ja, áfram með smjörið. Já. Tómek í uppgjöfinni. 4 stig í röð hjá Hamar. Nei. Jú, 4. Já. Fín móttaka. Matteo gerir vel hérna, en frábær vörn hérna hjá Ragnari. Já, flott blokk hérna. Já. Þetta slá Rýbak nær að íta þessum. Nær að íta honum yfir. En byttinu hvað hefur gerst þarna? Eitthvað meitt sig. Já, Damjan virðist að hafa eitthvað það ekki slinga á hnið eða hvað það er sem að... Já, ég veit ekki alveg hvað gerist. Eins og þau eru alltaf bara með að þeir eru að valla með skiptimann þegar þetta með líbero. Engin skiptimann, það veit ekki alveg hvað þeir myndi gera ef eitthvað myndi meiðast. Já. Erfiðar í blaki að reyna með aðstæðingin. Já, það ætti að vera það. Boltinn upp á Matteo blokkaður, en er hann fyrir að Hafsteinn. Já. Já, það er eins og þegar hann var yngri, hann var alltaf fyrir. Já. Og staðan orðið 7-3, Hamar með rosalega kafla, en já, hérna þeir eru komið með 7 blokkstig og það eru 5 eru Hafsteinn Valdimarsson. Jú. Og 1 í viðbót er svo alltaf bróður hans, Kristján. Þetta gerir Óskar vel. Þetta gerir hann vel. Já. Fyrst hann er fyrir, þá það einhvern veginn bara að slá hann að bolti skjótist bara niður. Akkurat. Það náði Óskar að gera þarna. Heldur áfram að gera bara öruggar. Já, sjáuði Hermann hérna. Blokk hérna. Blokkar hérna Hafsteinn og fagnar eins og sjórinni heimsmeistari og ég skil það mjög vel. Það gefur mann svona smá búst. Það heldur betur frábælega gert hjá honum. Og bara Hafsteinn strax að svara. Það gef mér aftur líklega ekki. Klúra núna. Ná, kemur bróður hans í framlínuna. Já. Þriggja stiga munur. Ég segi, við þurfum bara að ná aðeins meiri stöðuleika, þá eigum við hörku séns hérna. Og skorar Hermann. Já, minnkar þarna í 2 stig. Já. Hermann komið 3 stig. Og kemur svo með þess að uppgjöf hinum meginn. Þessi bolti var algjörlega magnaður. Já. Gerist allt eitthvað svo hratt að ég bara vissi ekki hvað var að gerast. Já. Já. Þetta var ansi gott smass á afturlínu og það var eiginlega enginn að fara að taka á móti þessu bolta. Nei. Og þarna vantaði smá talant, það voru ekki vissir Sölvi eða Óskar hvort það taka hann. Já. Og
4 stiga munur, það vantar stiga töflunni á okkur. Svatoslav hérna setur hann út. Þessi fer út. Já. Gefur Matteo, já. Setur hennar bara inn á. Já, það var enginn eiginlega þarna í blokk. Nei, við hans til að Börkur bara lyfta höndun og hann hoppaði ekki. Nei. Og hann var eftirleikurinn auðveldur fyrir Jakob. Lexi tekur hann og bara klárar sjálfur. niður. Honum létt þarna. Það var röfnilega klári að fá smá skammir ef móttakan hefði ekki verið í lagi honum. Akkurat. En Lexi múin að eiga það, hann er búinn að bæta móttökuna rosalega í vetur. Hjálpa honum klálega að taka þarna smá tímabil sem hann spilaði sem kantur. Akkurat. 11-8 hér fyrir gestina, Sölvi fyrir Káa, setur hann í netið. Já. Kim Matteo, hann er blokkaður af Hafsteini að sjálfsögðu. Já. Hann er eiginlega bara stór leik hérna. Já, heldur betur. Það er ekki bara hans stór, hann er líka bara stór leik. Já. Og já, 6 blokkir hjá honum. Og leikurinn er varla byrjaður, finnst manni. Nei, mitt. Svo svolítið ljótur. Og Lexi blokkar hann hennan út. Og aftur erum við svona að sjá svipað að þeirra svona miðbygg hreinunar eru gestirnir að stíga sér frá okkur. Já. Og þá að gera þá tvöfaldaskiptingu. Patrik kemur inn á fyrir Matteo og Börkur fyrir út af fyrir Gísla. Já. Þess að hafa 3 sóknumenn frammi. Já, það er vonandi það. Aðstókur aðeins. Gestirnir komnir hérna 6 stigum yfir með 3 stigum í röð. Já. Já, en þess að það er gaman að sjá að Sölvi og Gísli og fleiri er að fá tækifærið í svona alvöru leik. Já, akkurat. Það er búin að vera virkilega flottir með KAB í vetur, svona unnumið fyrstdeildina. Já, akkurat. Og ekki með Lexi, þeir ná einhvern veginn að bjarga þessu. Já, fín blokk. Já, yfir þetta. Já, vel gert. Frábærlega gert hérna. Og Birkir með þessa móttöku og Óskar skóplar hann yfir. Þar endar þessi. Kemur Radoslav, setur hann touch og út. Já. Já, það var bara búin að bóka það Káa vildi skora þarna en það var ævitaleg björgun hjá Hamarsmönnum. Akkurat. Og svo er það svo hjá Káa svo í kjölfarið, endaði svo í því að Radoslav fær þetta stig. Já. Og skyndilega 7 stiga munur. Já, vel gert. Hraða uppspilið á Lexa er að svínvirka, þeir eru bara að halda því áfram. Þá reyndar fyrir Lexi í afturlínuna. Já. En Hermann er nú búinn að skora líka svolítið. Já, algjörlega og líka búinn að vera mjög öflugur í hávörðinni sem er allavega með 2 eða 3 blóðstig.
Já, þessi rúti. Já, það þarf einfallega bara meira að ganga upp hjá okkur ef við ætlum að eiga breyk í þetta lið gestana. Boltinn upp á Gísla, Gísli, já, þetta var vel slegið hjá honum. Slag þarna. Hvergi bangir hann á hjólari í þetta. Já. Fyrsta stigið hjá Gísla Martini. Já, þá fyrir hann gera ká aftur skiptingu tilbaka. Já, sjáum hvað við gerum núna. Það er búin að minnka þetta í 6 stig aftur. Já. Það er svona ennþá nóg eftir að þessari hreinu, en já, þá kemur þessi boltur á Berki. Já, sjáum að bæði lið eru búin að klikka 7 uppgjöfum. Það er áður, eins og var áðan, að KL er að gera fleiri mistök í venjulegum leik eða opnum leik. Já. Já, hörku háur þarna. Já, þeir ná að björgunum. Setja hann yfir. Kemur boltinn á Matteo á háurninni og þeir koma hans að... Já, komin yfir og... Hvað setja hann létt yfir? Kemur ekki miðuna. Á gestan séns. Já, vel gert. Boltinn upp á Óskar hinum megin. Óskar blokkaður og boltinn enn í leik. Skilum hann yfir, já. Flott rally hér. Kemur boltinn aftur að kantir. Ó, sáhuði Óskar! Gjörsamlega átan hérna Óskar með frábæra blokk. Akkurat. Þetta kveikir í húsinu maður. Já. Það var líka mikilvægt í staðin fyrir að við varum að lenda 8 stig undir, þá náðu þessu aftur inn í 6. Já, akkurat. Og Óskar er svona líka góður í uppgjöfum, hann á kannski hans að pressa á. Já. Matteo. Fínt. Þeir halda þessu á lofti. Já, vel gert að bjarga þessu, en sjensin er okkar núna. Kemur Matteo, blokkaði strax. Og Sölvi blokkaður, hvað er að gera þér? Og þeir halda þessu áfram. Þessi varnarleikur hjá Hamarsmönnum algjörlega geggjaður, þeir fændanum fá þetta stig. Þarna var allt bara rjála. Já, ég sá ekki alveg nægilega vel. Hann var nefnilega ekki að dæma, hann hefði farið í gólfið heldur frekar mót. Já. Og það var kannski ekki alveg í takt við leikinn, finnst mér, með að við hvað er búið að leyfa svolítið. Já. En ég hefði skilið að hann sagt að hann færi kannski í gólfið. Við vilja endurteki. Já. En vonandi skemmir þetta ekki fyrir þeim. Þeir haldur áfram að reyna að berjast. Já. Kemur, Hermann, já. Hann notaði bara reiðina og hoppaði honum í gólfið. Já, þetta er hárrétt hjá þér að nýta reiðina. Nefnilega kallar maður að Hermann Reiðarsson. Minkar þetta hérna í 6-9, en við þurfum að ná að tengja aðeins fyrir stig hérna ef við ætlum að pressa það meira. Fínu uppgjöf, þau taka vel á móti þessu. Já! Frábærlega eftir Berki og byttu nú við. Lexi fór í neti. Já, hann viðurkennir það svo. Svekkjandi. Ægilega sérstaklega svekkjandi því að Börkur gerði frábærlega hérna í vörðinni. Já, hann varði vel hana. Það er svona áfram að það gengur ekki alveg nóg mikið upp hjá okkur. Ekki mikið að gerast einhvern veginn.
Þessi fer út. Þessi var út, hann var ekkert langt frá línunni en held sér rétt, hann var út til þessi. Já. Nú Matteo í uppgjöfinni fyrir Káa. Fastu boltur á honum og hann að skora. Flott. Uppgjöf, ég held að hann væri að fara í neti, hann var svo brattur. Já, ég er sammála því. Þannig að ég ekkert að öfunda Ragnar hafa reynd að taka mótið þessu. Fyrsti ásinn hjá Káa kominn. Kynni kannski fyrir óvart að það er Matteo. Þú er duglegur að sækja á. Já. Það ser eins og út hjá honum. Já, það var eiginlega átt að sjá hversu oft Káaður náði að skora meir en eitt í einu. Já. Hún bara því miður ekki náði að tengja mörg stig saman. Já, já. Kemur Sölvi, þessi er út. Rétt út. Þetta er svona, já, að verða ansi erfitt hjá okkur. Já. Jakob með uppgjöfina í neti, en Birkir að berja þetta, en sjáu svo Kristján hann blokkar þetta. Það er að halda yfir bróður sinn, komið 2 brostir núna sjálfur. Já. Káa gerir þá skiptingu, Eddi kemur inn á fyrir Sölva. Já. Þetta er samtalið svolítið magna, maður sé kannski ekki oft svona mörg blokkstig sko, að komið 14 í heildina og það er 9 hjá gestunum sko. Sérstaklega ást að það er bara önnur hrina sko. Já, nákvæmlega. Þetta er mjög sjálfsög. Ó, þarna er Birkir ekki valda á bolta. Nei, þetta er svolítið först uppgjöf. Já. Það er auðvitað að taka mótið þessu. Annar ásinn hjá Jakob og sá 4. hjá gestunum í heildina. Og þeir eru núna aðeins 2 stigum frá því að taka 2-0 forystu. Já, flott móttaka. Ó, sjáu við þessa blokk hjá Kristjáni. Lexi sem búin að leika lausum hala á miðunni, hann átti lítið þetta. Er farnir að lesa hann hana? Já. Eða hvort hann hafði bara ekki byrjað að hreyfa sig, Kristján hann hafði bara verið bara fyrir. Það var annarkvort. Já. Jæja, þessi nettir. Það var ennþá veikvon, 9 stigum undir. Hamar gerði 5 stig í röð og það má ekki gerast. Taka vel á móti þessu. Já, og Rýbakinn klárar þetta. Já. Það var Hávardinn að reyna að loka á miðjuna og þá kom bara boltinn út á Rýbak sem að klárar þetta frábærlega. Og Hamar, það segja bara sannfærandi 2-0 yfir hér eftir fyrstu 2 hreinundar. Káaliði sýndi alveg fína kafla en því miður þá er svona vantað herslumunum upp á að við séum að meiri leik. Já. Sjáum stigaskorið Matteo stigastur með 8. Þar af 7 í fyrri hreinunni. Óskar, Lexi og Hermann allir með 4. Hafsteinn Valdimarsson svo stigastur hjá gestunum með 8. Radslav Rýbak með 7. Jakob 5 og svo Kristján og Tómi báði með 3. Kíkjum aðeins á svo tölfræðina í annar hreinu. Já, þetta er svona, sjáum að Káaliði er að skora minna úr sókninni sem núna er aðeins 6 markstig með það voru 10 í hrinun áðan sem kannski útskýrir að hverju skorum bara 15 stig núna.
Já. og sama, það eru 10 stig sem að við gefum eftir mistökum hjá okkur og já, svo má við ekki gleyma 6 blokkstigum hjá Hamar. Það er svolítið mikið í einni hreinu. Já. K.A. samt með 3 blokkir sem er samtalið mjög fínt sko. Já. En já, þetta er svona hálfgert við ofureflega hér í kvöld. En það er svona skemmtilega blakki að byrja alltaf 0-0 í fyrra hreinu, þannig að þetta er hvergi nærri búið. Sjáum hérna einmitt jafnt og þétt eykst munurinn og Hamar vinnur á lokum 10 stiga mun hérna í annari hreinu. Kannski áhugavert að sjá í smá stund hérna leikinn í heild sinni. Sjáum hérna ótrúlega að þá sko við töpum fyrsturinn með 5 stigum, síðan töpum við með 10 stigum. Við erum samt að skora sko fleiri sóknarstigi heldur en, eða það er að segja smartstigi heldur en Hamar. Já. En það eru, já, það er svona gargar á mann, það er mistök mótherja, við fáum 12 stig og það er sko 3 úr opnum leik. Hitt er allt sko 9 uppgjafir sem klikka hjá gesturinn. Já. Við erum með 15 slík mistök í opnum leik. Já, það er heldur mikið. Já, sjáum hvað strákarnir hafa náðu að fara yfir hérna á milli hrina hérna. Já. Já, þá erum við að klára hérna. Já. Það er núna aldrei. Já. Það er svolítið svoleiðis. Sjáum hvort það kann hafa einhver svör. Einmitt. Nú er það Andrei Collins. Já. Þjálfari K.A. Hann horfir hérna brúnahungur á þetta. Frábærlega gert hjá þetta. Flott björgun. Og hvað endar þessi? Já, þeir snerta. Já. Þetta er upp á Edda og Eddi laumar, en hann mættur undir. Og... Já, hann nær þessu. Nei, Birkir nær ekki að ýta þessum yfir netið. Nei. En líklega sem hann sá leikmann sem hann hefði viljað reyna hann bolta, en lægstur og hann kannski auðvitað með að taka undir boltan hann. Akkurat. En já, fyrsta stigið hjá Hamarsmönnum. Fín móttaka hérna. Þessi var úti á flott uppspil og svo sem fínt smass. Já. Rétt út þarna. Þarna var enginn, en það var hárrétt að setja hann þarna. Hermann er líka, mér finnst það að líka stígið mikið betur. Hann er svona fengið stærra hlutverk og hann er að vaksa. Já. Flott. Eddi, já. Óvenju hóvar í fagninu núna, yfir hleypur allan völlin að skora stig. Já, vantar smá stemmingu. Það er svo kannski erfiðar að fagna mikið þegar maður er að tapa leikjum. Skiljanlega. Já, Hermann er áfram ekki búinn að klikka uppgjöf. Nei. Og já. Hvað hér? Já, net, fannst það líka. Net á gestina og K.A. búið að jafna núna 2-2. Hermann áfram með flottar uppgjafir. Og frábær blokk hjá Lexa. Þeir ná að bjarga þessu. Já. Það er næstu búin að skora bara hana. Já, flottur staður. Vel gert hérna, algjör nauðvöld hjá
á bergið þarna og kjörfærinu eins og Matteo með hennan flotta bolta að skora. Þetta er allt annað. Já, aðeins að koma líf í það núna. Það var svona aðeins að menn voru að missa boltaði með anda að tala betur saman svona. Núna sýnist með allir vera tilbúinir að fórna sér. Já. Og þessi bolti. Fyrir út. Já, nei, á dendar inni. Já, ok, ég sá hann ekki. Það er svo fasti boltar átt að erfitt að sjá hvað þetta lendir. En jafnt hérna 3-3. Það fer ágætlega staðina í þriðrinu. Já, vel gert Óskari og svo kemur Eddi. Frábærlega gert hjá Ragnar. Svakar hraði á þessu ralli. Þetta var nú fjór. Æjæjæjæj. Ha, byttu nú. Þetta fór nú bara í netið held ég. Hann fór bara í netið þessi. Það ekki. Og held ég reyndar að Þorri sé nú að fara að ræða málun og benda og þetta hafi verið í netið. Já, það er rétt, þetta er hárrétt dómur. Harla gott að menn geta rætt málun og laga svona. Þetta var alveg klárt. Það er mjög gott, já, þessi var alveg næstu neðan fyrir netstring hérna, efri netstringin. Já, enda sér það að þeir eru ekkert mikið að setja út af þetta gestirnir. Káa hér 4-3 yfir. Kemur rætt og slag og þessi bolti er enn í leik, já. Hann er enn í leik, já. Og við það að snerta. Mjög hægt. Kemur Hafsteinn þarna og bombar þessi gólfið. Það hefur verið kraftaverkið að Birkir hefur náð að verjast þessu. Hann var hérna einn með risa pláss. Já. Það er svona skemmtileg stemning á pöllunum. Það heyrist bæði í káfólki og svo fjölmargir á bandi Hamas. Akkurat. Kemur Matti og boltinn aftur tilbaka og kemur Eddi. Já. Næra tróðurum þarna. Gaman að því að stuðningsmenn Hamar, þeir fögnuðu. Já. Svo skammast þetta sín aðeins eftir að þeir sá hvernig endaði. En vel gett ég þetta, hann er að koma virkilega sterkur inn hérna. Já. Fín ávörn, Káa fyrir neti. Já. Nei, Börkur. Börkur eiginlega upp í bæði neti og langt yfir þarna. Já. Ég kannski aðeins að miskila hvað er að leggja sér fram. Já. 5-5 og þessi þriðja hrein er að fara mjög skemmtilega stað. Þetta er allavega... Aðeins jafnar allavega. Heldur betur. Slök uppi hérna og Káa svona áfara með yfirhundinuna. Já. Enda, það er núna aldrei, við þurfum að vinna þessar hreinu en það setur bara búið. Kemur Lexi. Já, flott uppgjör. Já. Hann dettur alveg. Heldur betur og sækir hérna mikilvægan ás. Já. Þá setur hann í netið. Já. Já, mætti Birkir aftur inn sem líbero hjá okkur og við reynum áfram að slíta okkur betur frá þeim. Já, fín móttaka. Og fyrir Matteo Matteo, blokkaður. En Hermann mættur undir og Óskar reynir með blokkaður út. Já. Já. Mikilvægt.
Þetta heldur nákvæmlega sem maður myndi reyna sjálfur ef maður mæti svona háar, bara reyna að bomba inn í Já, og það þarf eitthvað að nota hana. Það er lítið annað að gera. Já. Já, þeir með líka eiga það, þeir eru duglegir að mæta undir, þannig að það er erfitt að þeir eru lauma. að kofra hana. Og þessi touch og Fínn út. bolti. Já. Komum smá jafnvægi í þetta hérna, við erum 1-2 stig sem að KA er að leiða með. Já. Birkir í smá væsin þarna en sleppur með þetta. Þetta var frábær hugsun. Já, hittir hann ekki alveg. Nei. Já. Hvíttboltur Óskari og hratt upp fyrir miðjuna og Hafsteinn. Það er bara ekki hægt að blokka hennar mann sko. Svolítið erfitt sérstaklega því það var búið að hoppa með uppspilaranum og þá er svona. Já. Og erfitt eitthvað. Kemur Matti á hinum megin og þetta gerir hann frábærlega. Það var vel gert. Heldur betur. Hann er aðeins farin að fatta, hann þarf aðeins að hugsa, ekki bara að bomba. Já. Blokkin er heldur stór fyrir það. Já, þetta er svona eiginlega, tölvöld að stigarum hans Matti og hafa komið þegar hann hefur verið að bíða með massið og... Aðeins að bíða eftir að blokkin sé að detta og reyna að nota hana. Einmitt. Já, flott uppgjöf, góð móttaka samt. Og Lexi gerir þetta vel og boltin upp á Edda og Eddi, ok. Já, hann nær honum, vel gert. Vel gert hjá honum og Matti og þeir haldið svo lífi. Já, vel gert Ragnari að bjarga þessu bolta. Já, mjög flott. Og kemur Matti á hinum megin, Hávarnir tekur kraftinn úr þessu. Hvar endar þessi bolti? Káaliði á núna aftur séns. Upp á Edda og þetta er vel gert. Vel gert þarna hjá Berki af því að þeir biðu alveg með Lexa en það var bara einn blokk á Eddi. Sammála því, þetta var virkilega gott og Eddi heldur áfram að skila virkilega flottu frammistöðu, komið 3 stig hjá honum og en það er líka bara hann allir pönnukökun á hann og tekur fínt á móti. Flottar uppgjör í Hermanni. Já, og Matteo með blokkina þarna. Blokkar Rýbak þarna virkilega vel og K.A. er komið 4 stigum yfir. Allt annað að sjá það núna. Já, það er líka greinlega þeir hafa virkilega gaman að þessu núna. Það er komið alveg svona baráttu andi í þetta. Já. Þeir finna núna að þetta er hægt. Já. Og Lexin er að kroppa inn að bolta en aftur er boltinn hinum megin og þá... Já, hann slær. Já, hann slær hann inn. Inn, já. Kemur smáleik þetta þarna. Já. Þetta er rétt, Tómveg slær hann inn þarna og minkar þetta í 3. Þetta er bara flott, við höldum bara áfram að spila hennar leik og þá eigum við hörku séns á að fá alla á 4. hrinnu. Já. Svo náttúrulega eins og segja, við ætlum að vera aðeins að rúlla okkar liði, það er bara ekki breyk að rúlla hjá gestunum. Nei, akkurat. Þannig að það gæti alveg verið meira og verið séns því lengur sem þessi leikur dregst á langir. Já, akkurat. Kemur Matti og hann svolítið ás síðast en að Sinettið. Já, sjáum hann að uppgjafar mistökin, þau eru mjög ólík hjá liðunum. Já,
Þeir redda þessu. Rætaslag. Já, Birgir. Hérna vantaði einhvern að taka boltanum hana. Matteo hefði örugglega náð að teygja síðan hana. Já. Bara fattaði ekki. Og eiginlega sko svakalega svekkjandi sem líbero ef maður næra krafts í svona erfiðan bolta og það er enginn til þess að taka næsta bolta. Já, Óskar tekur við þessu, boltinn upp á Edda, Eddi, Laumar, já. Leiði gert þarna. Beint í kjölfari ég sagði að það var eiginlega lítið að Lauma, það var svo góður að fara undir, þá er konar 2-3 Laumur á káliðinu. Akkurat, það er bara fínt. Já, en það er líka kannski eins og ég segjum að svona, það er erfitt og þú átt ekki breyka og fá að anda. Þeir eru bara, eins og segja, akkurat 7 hjá Hamar. Það verða skiljanlega frekar friktir þegar líður á. Já, þeir halda þessu. Já, kemur Óskar hinum einn og já, hann næra krafsanum og Lexi byrjar hvar enda þetta. Það er svolítið panik eitthvað. Já, heldur betur og endar svo þarna inni sínist mér. Já, hörkusmass þarna og þarna vorum við í fínum séns á að sækja stig en það einhvern veginn bara féll ekki alveg með okkur. Já, sýnist mér. Ég veit ekki alveg hvað hann er að biðja. Kristján er eitthvað að tala gáðalið þessi eitthvað að seila sig í boltan. Mér fannst það aldrei, ég finnst að boltinn alltaf á leiðinni yfir þegar við fórum í það. Já. Ég veit ekki alveg. Já, það var áhugavert að vita hvað Kristján er að setja út á núna. Já. Jæja, áfram með smjöri. Birkir í smá vandræðum þarna. Þið bjargar honum þarna. Óskar, kemur hann ekki yfir þarna? Nei, svolítið dýrt. Já, alltaf ég vildi segja það eftir og hérna helst að þau bara fá bara örgan bolta út í horni eitthvað svoleiðis. Kemur Radoslav með hennar bolta af, boltinn upp á Lexa og Lexi frumar þessu. Já, vel gert. Já, Lexi komið með 6 stig og það er hvað 4 smastig og ég held að sé allt eftir þetta hratt uppspila við hérna. Vel bjargað þarna. Þessi bolti var alltaf leiðin yfir. Já. Og enda svo á Jakob skorar. Þetta var virkilega vel gert hjá Damian Sapor að ná að krafsýna bolta og ekki fara í netið. Já, vel gert. Já. Boltinn upp á Óskar. Óskar á háruninu út. Uppspil, vel gert. Já. Við náum að hanga á þessu, 2 stiga munur núna. Óskar kom með 6 stig í leiknum. Fín uppgjöf, móttaka. Og Radoslav setja hann í háruninu og hann deyr bara í háruninu þessi. Já. Birkir kannski aðeins og aftalega, það var full langt frá þessum. Þá voru Hamarsmenn búin að minnka niður í 1 stig. Kemur Kristján með hennar bolta, Birkir tekur á móti, boltinn upp á Óskar. Uppspil. Já, góð vörn hinum megin.
Styrkir upp á Matteo á hárninni Já, og þeir verja. það gera vel. Hávardið á Óskari, hvað gerist núna? Aftur Hávard, núna Hermann. Já, þeir halda þessu. Kemur Óskar, smassar þessu og þessi beint í gólfið. Já. Hvað, voru þetta 3 eða 4 Hávardin þetta? Mjög mikilvægt að vinna svona stig eftir að gera svona vel blokk og allt. Einmitt, og líka, eins og segjum, að náum að halda í forystuna. Getur það svo sterkt að ná að vera með frumkvæðið. Já, skiptir miklu máli. Æja, kemur Óskar. Já, og þessi flytur út. Óskar bara í smá brans mikið á þennan í dag. Já. Þetta er, sérstaklega núna er þetta svolítið dýrt. Já. Vá, svo fór bara rétt fyrir ofan þetta. Já, þarna þekkjum við. Þarna þekkjum við Matteo. Já, mjög mikilvægt stig. Já, skiptast á að skora liði núna. Já. Matteo, 12 stig hjá honum kominn. Maður er svo góðu vanur, maður er samtilega búin að vera til þeirra rólegur, sko. Já, akkurat. Og Hafsteinn setur hann út. Þriggja stiga munur. Já. Káa 6 stigum frá því að knýja fram 4. hinu. Kemur Hermann hér, setur hann út. 12. uppgjöfin sem klikkar á Káa og þær eru að koma núna 2 á erfiðum tíma. Já. Sleppið með tvíslaði hérna, já. Frábærlega gert Matteo hinum megin. Þetta gerir hann virkilega vel. Það er að skrifa tilbaka til að slá hann. Já, hann má alveg fagna. Hvað er svo sem þetta fagn var í því hvað maður að segja? Nei. Þetta er gaman að sjá, mönnum er alls ekki sama hérna. Menn ætla sér að knýja fram 4. og jafnvel 8. hinu. Já. Allavega að fá stig hér í dag væri virkilega sterkt. Það er mikilvægt. Já. Ragnar með frábæra móttöku og Hávardin og út. Það er að slagur Rýbak, hvað er þetta að skráða sig? Já. Hann er bara komið með 10 stig núna. Já. Ég held að hann er í afmæli í dag. Já, það er svoleiðis. Eins og 49 ára. Ég heyrði það alltaf held ég á hann. Já. Það er reynda virkilega vel gert. Já, það er nokkuð vel gert. Það með að spilamennska myndum ekki halda að hann sé búinn á þessum aldri. Nei. Og refsar svo beint fyrir kjölfarið. Þú ekki setja að það verið afmælisgjöf til hans. Þetta var svona bara gefins bolti. 20-19 og Hamarsmenn búin að mikilvægt aftur í 1. Já. Mikilvægt fyrir Káa að svara núna. Halda stöðunni aðeins. Mitt kemur þessi bolti. Óskar tekur vel á móti. Boltinn upp á Lexa. Lexi hittir hann ágætlega en... Það er verja vel. Komið 3 þarna. Og Eddi er hérna að lauma. Já, vel gert þarna. Já, fer hérna af Rýbak og út. Það var ekki alveg að stýra sér boltið. Það var eiginlega bara svona mikið lauma. Það var eiginlega bara ráðið hvað myndi setja hann. Akkurat. En við tökum þessu svo sannarlega. Já, klárlega. 21-19. Káa vantar 4 stig viðbót. Ég held að vilji allir sjá 4. hinu hér. Já. Þessi er svolítið langt út. Já.
flottur innstigsmunur og hann stefnir í svakalega spennu hér á loka Já. kaflanum. Kemur Radoslav með hennar boltan, þægileg fyrir Birki. Upp á Óskar, Óskar smell hittir hennan en setur hann út. Setur hann, þetta var svolítið dýrt. Og það Nú er þeir búin að jafna. Já, það kom að því. Já. Þeir náðu að jafna. Þeir eru búin að hóta því svona síðustu Já, mínútur. akkurat. En nú þurfum við bara að halda áfram. Já. Kemur Radoslav, þessi bolti, aftur tekur Birki vel á móti. Kemur Matteo, Já, bombar vel þessi í gert. gólfið. Já. Sé hérna Hafstein sem fer út af hjá Hamarsmönnum, hann var alveg handismenn sem verið úti en hann var líka inn í húsum sem hélt það því það var engin Nei, annar það að var mótmæla enginn sem þessu. sagði neitt. Ká gerir þá tvöfaldaskiptingu eins og í annarri hreinu. Já. Matteo og Börkur fara út af og Gísli og Patrik kom inn á. Gísli, hvað, hann rétt náði að skora 1 stig og hann tekið beint aftur út af, Já. þannig að það er spurning hvort hann náði að gera sama núna. Já, vonum það. Það kemur Lexi og fín móttaka og svo kemur hörku bolti hérna og aftur jafnaði metin. Já. Já, Jakob kom með 8 stig. Hans 4. smass í leiknum. Þess að smass stig. Já. Já, þá Skipta þér aftur. skiptar það þér. Það fekk ekki að skora. Jæja, hvað gerist hér? Kemur fastur bolti og Eddi nær ekki að stýra þessu. Svo svolítið fastur. Ég held svona Eddi hafi líka verið svona ekki viss hvort hann ætti að taka hann eða ekki, átt hann fara. Endanum reynda við hann. Káalið mótmæður sem ég held að það sé lítið við þess að segja fyrir miður sko. Já, þeir eru eitthvað að segja að hann hafi staðið fyrir þarna og snert boltan í netinu. En ég bara var ekki að fylgjast nógu mikið með held ég. Já. Það er einhver svaka æsingur. Já, það sem Matteo er, þar er yfirlega æsingur. Já. Já, ég hef ekki trú að þessu verði breytt. Nei, mér finnst mjög ólíklegt að það verði breytt þessu þar sem að hvoru dómarinn sá þetta. Og ekki ég. Já. Jæja, Hamarsmenn fá stigi og þeir eru skyndilega komnir stigi yfir og þá tekur Andrei Collin leikli fyrir Káa. Vonandi tekur þetta ekki Ká út af laginu. Nei, það er ekki bara þessi núna aldrei, það er líka bara að við erum búin að vera virkilega flottir í hreinunni. Já, það er svolítið svekkjandi að tapa það sem við erum búin að vera eiginlega með forystu allan tímann sko. Já, sammála því. Og við náðum að fækka mistökunum og eru bara að spila virkilega bara flott lag. Já, það væri gaman að sjá aðra hreinu allavega. Já. En líka áhuga að sjá eins og Hamarsliðið, þeir eru búin að vera undir alla þessa hreinu og það er aldrei að sigga panik. Þeir taka ekki leikli eða neitt, það er bara, við bara höldum áfram, við höldum að þetta mun koma. Akkurat. Hvað segir manni það, já, að sjálfsögðu sé þokkalega hátt í fyrra herbúðum. Jæja, þetta er ekki búið. Við klára aftur í slaginn. Nú þarf móttakarna verið í lagi. Já, þeir náðum upp. Vel, já, og Matteo. Heppinn þarna. Þessi er úti. Já.
Vá. Það er ekki bara að þeirra dæma hann að bolta úti eða ekki, það er ekki að passa sig að fá ekki í sig þarna. Já, akkurat. Rosalega brattur þarna. Þetta var virkilega gott, 23-23. Já. Ætli sem ekki fara einhverja massífa upphækkun hérna. Börkur með hann bolta, fín móttaka hins vegar og þessi var að líka sem leiðin út. Já, þeir halda hann áfram. Já, það tekur hann bæði liða að taka boltar núna og þessi endar í gólfinu. Þetta var svakalegt. Óskar fær hann að bolta held ég. Já, ég held það. Hann blokkaði. Já. Og Káa búið að kora. Mjög mikilvægt stig. 2 í röð núna, þeir eru búin að snúa sér 24-23. Og núna þýðir það 1 stig upp og þá er Káa búið að taka hreinuna. Já. Svakaleg móttaka þarna. Árdin! Já! Og hann er eftir hrinu! Káa tekur þessa 3. hrinu! Hvílíkur endir á hruninu maður. Þetta var frábær endir á þessari 3. hrinu. Matteo með blokkina. Hvað var þetta? 3 stig í röð, við vorum með að segja hvernig munið þið svara. Já, þeir svöruðu bara svona 3-0 kafli. Já. Og við erum að fara í 4. hrinu. Já. Og núna finnst mér líka einhvern veginn, það getur allt gerst. Já, ég er sammála. Káa komin, hún er sterkir. Aðeins meira svona. Einmitt, og bara, og það líka, eins og ég segi, það hlýtur að segja eitthvað til sín að þeir geta ekki tekið neinar skiptingar. Já. Eina kvildin það er blokkirnar, eða við miðurnar þegar það fara í lípar. Já. Hérna sjáum við stigaskorunina, Matteo stigastur Káa með 15 stig, skoraði 7 stig í þessari 3. hrinu og var heldur betur mikilvægur. Óskar með 8, Lexi 6. Eddi með 5 líka, magnað að sjá innkomi hjá Edda í leiknum. Já, hann er búinn að eiga rosalega flotta innkomi. Einmitt. Mjög mikilvægt. Og ekki búinn að vera mjög mistækur. Nei, nákvæmlega. Og líka bara að fórna sér í alla bolta sem hann kemst í. Já. Hermann svo með 4, hjá gesturinn þar er Radoslav Rybakóni stigastur með 11. Já. Afmælisbarnið sjálft, eða afmæliskallinn kannski. Hafsteinn með 10. Aðeins búið að slökkna á Hafsteini eftir að var svakalegur í upphafi. Þeir eru farnir að aðeins meira að nota blokkina frekar heldur en að bomba í hana. Já. Og Jakob svo með 9. Við kíkjum svo á tölfræðina í þessari 3. hrinu. Við sko, já, hérna við erum í svo áfram að gera svolítið af mistökum, en við samt erum búin að ná að laga þetta aðeins. Já. En á saman tíma líka sóknin hjá Hamar farin að segja meira til sín. Radoslav Rybak er búin að, hann skoraði þó nokkuð að smassstigum í þessari 3. hrinu. Menn þeir skora 12 stigur til smöss. Já. Káa 11, bæðilið með 1 ás, Káa eins með 3 laumur. Þær voru fannar að koma. Já, það er hérna telja aðeins. Það var engin lauma fyrir þessa 3. hrinu. Nei. Og líka ótrúlega, já, það var ekkert blokkstig á Hamar í þessari hrinu. Nei. Þeir voru með 10. Það kannski segir svolítið mikið. Já, þeir voru með 10 blokkstig í fyrstu 2 samtals, þannig að Káa eins með 3 blokkir og er komið með samtals í 8. Það er svona, já, við erum heldur betur þetta að ná að snúa leiknum svolítið okkur í vil. Og eins og ég segi, Káa var eiginlega allan tíman í forystunni og það líka hefur svo mikið að segja. Það er alltaf erfiðara að vera að elta. Já, það er svolítið þreytandi svona. Þannig að vonandi náðu að halda því áfram. Já. Og kíkja á tímalínuna hér í 3. hrinu. Sjáum hérna var liðin skiptist aðeins á að leiða hann í upphafi, síðan eftir að Káa kemst í 5-4 þá náði Káa frumkvæðinu og var að leiða með svona 1-3 stigum við alla hrinuna og vinnur svo endanum 25-23 sigur eftir að Hamarsmenn komust í 23-22 og við svona vorum komin svona í smá neikvæðnis feeling, það var típist að missa þetta svona, en 3 stig í rauðu strákunum voru virkilega mikilvæg og við erum því að fara í 4. hrinu. Já, ég held að sé nú bara allir sáttum við það að fá að sjá aðeins meira blagg. Já, heldur betur. Og svo fyrst að Hamarsmenn eru hvort þið að klára deildina, getur ekki alltaf skið okkur allavega 1 stig í kvöld. Já, segi það nú.
Það væri fallið aðeim. Það væri heldur betur fallið. En eins og segi, K.A. þarf í rauninni allavega 4 stig í þessum leikjum sem eftir til þess að fara upp í vestri. Vestri árendar, ef ég man rétt á vestri leikjum með móti Hamar og HK. Já, ok. Þannig að það er eiginlega sama stað á þeim. Þeir eru erfitt að sækja stig í þessum leikjum, en þeir náttúrulega eru 3 stigum fyrir ofan okkur. Akkurat. Þeir eru svolítið segir líka. Heldur hafi tekið stig á HK einhver tíman og eitthvað svoleiðis. Ég man ekki alveg. Já, svo náttúrulega unnuður hér fyrir norðan daginn í Oddahrinu. Já. Það var náttúrulega risa úrslit fyrir þá. Já. Og svo náttúrulega mætast einmitt K.A. og Vestri í undanúrslitum í kjölsbikandi núna á föstudaginn. Já. Það verður í beinni á streymisíðu BLI. En jæja, 4. hrina að hefjast. Og stóra spurningin, náðu að halda sama dampi áfram? Já. Já, flott móttaka. Og Matteo, frábær hávörn. Hvað? Já, hann dæmdi neturglá Börk. Já. Eða Hermann, já, Hermann. Já, ok. En þeir hefðu nú líklegast með stígi hvort sem er, þannig að það var alltaf leið. Þeir Matteo séu ekki verið að fagna því að það hefði verið skráð að hann hefði verið blokkað. Já, líklegast. Já, fín björgun hérna. Já. Og þessi bolti. Já, hann fær snerti ekki. Hann snertir ekki. Nei. Snerti ekki. Einu sinni var regla svo að boltinn fyrir yfir einhvern hlut og þá er hann úti. En það er búið að breyta því. Þannig að þessi bolti er áfram í leik. Og þessi bolti dettur svo út af hávörðinni. En já, hann sést ekki myndið, það er svo þessi net hérna fyrir ofan akkurat miðjun á vellinum. Já. Bolti eins og þessi skrúaðist yfir það, en án þess að snerta. Já. Kemur Matteo, frábæra slegið. Má kalla þetta að sé að slá í gegn. Já. Heldur betur, komið 16 stig. Ég segi Matteo hvað, gerir 7 stig í fyrstu hrinu, síðan gerir hann 7 aftur í þriðju, aðeins 1 í annarri. En vonandi við fáum svipaðan Matteo búið að vera í fyrstu og þriðju. Já. Kemur. Jú, þeir voru allir þarna. Þarna gerði Lexi svona nauðvörn að reyna krafts í boltan aftur í sig sem kannski ekki ofta vinsalasta fyrir það sem er að reyna að berga fyrir aftan. En já, Hafsteinn, hann kom að því að hann náði sínu 11. stigi. Hann var þarna þó nokkuð bið frá 10. til 11. stigsins í honum. Akkurat. En Hamar byrjar hérna aðeins betur í 4. 3-1. Já, fín móttaka. Kemur Lexi blokkaður að. Já, það var svona ólíklegt að það yrði önnur hrina með engu blokkstig. Já, ég sé það. Já, mikilvægt fyrir K.A. að stoppa það strax núna. Já. Við höfum alltaf alls ekki missa á einhvern 6-7 stigum aftur eins og við erum að gera í fyrstu 2 hrinunum. Það er svolítið erfitt að koma frá því. Kemur Matteo, já. Matteo í sko svakalegu standi. Kannski ekki ólíklegt að við höldum áfram bara að leita honum. Nei, það er svolítið ólíklegt held ég. Bara hann að finna leiðina fram í hávörðinni. Já. En þessi bolti í neti frá Matteo. Já. Þá var Hafsteinn komin í uppgjöfina. Já, fín uppgjöf. Flott móttaka. Já, ok. Já, hann slæðir hann bara út. Já.
Tímasetti hlaupið og hoppið vel og Já, hitt hann bara ekki alveg. Já, og var hann í kjörstöðu í loftinu. Já. En við svona fögnum þessu. Já, þetta er ánægilegt. Eddi, hennar bolta og missa hann yfir. Þetta var, þeir hoppuðu svo mikið fyrir hérna, þetta ekki séð bolta fyrir hann á seint. Já, ég veit. Og það fannst bara einhver farið neti. Já, það ætla að vera á hreyfingu. Já. Já, ok. Og það kom hann ekki yfir. En hérna held ég að klálega að leikmaður Hamars hafi farið í neti. Já, ég held líka að þessi bolti hefði mögulega getið verið úti sem Matteo tók. En En það er enga síður gestin sem fá svo stíið. Já. Jæja. Ráðdómslega menna bolta, Birkir tekur ákveðla móti og svo, já, Óskar. Þeir bjarga þessu. Újjus! Þessi bolti var þokkalega fastur maður, en það sístu þetta vel að finna til í aukninni. Já, svolítið fastur. Fór hérna af Eddi og út, en vá, þessi bolti, ég held að þetta var aldrei síðan. Nei. Já, flott móttaka. Og, Óskar setur hann út. Ekki alveg. Já, nú er þetta aftur farið að verða erfitt hjá okkur. Svolítið að gefa þeim stíginn bara. Já, 5 stiga munur og Já, ég er sammála þessu. Stopp þetta strax. Já. Ekki, við fjálfum alltaf oft býða með leiklíðan til að það komið of mikið óefni, sko. Við erum að spila fínt, við höfum bara aðeins að róa okkur aftur og finna taktinnan í. Akkurat. Við erum að koma okkur í alveg ágætu stöður. Já. En já, er eitthvað sérstætt sem þið eru að reyna að gera fyrir bikarhelgina, Jóna? Nei, ekkert sem við gerum ekki vanalega. Við erum alveg byrjuð núna að æfa fyrir eins og sem að keppa móti í hinu liðinu og reyna svona að læra hvernig systemið. Og selja kjöt, eða ekki? Jó, selja kjöt. Selja kjöt. Búa til stuðningsbóli og eitthvað svoleiðis. Einmitt. Það er stemning í þessu og hann kemur. Já, þetta var þröngt færi hjá Óskari hérna. Já, og það er ekki Damien sem tók hennan, já. Já, ég hvað veist. Hann ætlaði að fagna þessu meira. Já, akkurat. Já, við hvetjum náttúrulega sjálfsögðu alla að heyra í ykkur leikmönnum og kaupa magna kjöt á ykkur. Endilega. Styðja ykkur fyrir baráttuna. Já. Kemur boltinn á Matteo, hann heldur árum að raðinn stigunum. Við þurfum bara að halda áfram. Já. Það er nóg eftir að þessari hrinu. Akkurat. Bara rétt að byrja. Kemur Lexi, fínt bolti frá honum. Já, fínt bolti, flott móttaka. Og þetta er við klárað. Já, Jakob má eiga það, hann er búinn að vera mjög öruggur í sínum aðgerðum. Hann hafði ekki mörg skors frá hann sem hann ekki endaði í gólfinu. Þetta kemur hann, setur hann í netið og netið skýrar tilbaka. Aftur 5 stiga munur. Jæja. Og ára Börkur sem fer í uppgjöfina.
Hérna boltinn hérna af Birki og út og maður er að kannski setja mikið á Birki, maður er vanur að sjá hann bara ná að klára svona bolta. Já, akkurat. Þá kemur Kristján fyrir Hamar. Setur hann í netið, ok. Uppgjör númer 13 sem klikkar á gestunum, K.A. klikkar 14. Það er ansi jafnt þar. Já. Móttaka hjá þeim. Já, Hafsteinn. Vantaði aðeins að setja hendurnar yfir, það var alveg með hann. Já. Hafsteinn að skora hann enn eitt stigið. Líklega hárið stiga hestur hjá gestunum. Já, 13 stig. Upp á Matteo á hárninni og kýlir hann fráttur og þaðan út og þetta er að verða ansi erfitt. Svolítið erfitt, já. 7 stiga munur. Verður úr þessu og frábær hávörn Hafsteini. Já. Já, hans 8. blokk í leiknum, það er bara jafn mikið á K.A. í heildina. Já, akkurat. Já, þeir koma yfir. Þeir halda þessu. Hann er úti. Hann var ekki langt frá því að snert hann samt þarna, það var aðeins svo mikið verið að leika sér. Seinna að fatta. Það var ekki fyrir því görguðu svona í 5. skipti á hann að hann var úti. Já. En já, leikliðið hjá Andrei var ekki að skila sínu því miður. Nei. Og munurinn orðinn 9 stig og nú þarf eitthvað mikið að gerast ef við ætlum að... Já, svolítið erfitt að koma tilbaka. Já. Sjáum hvað setur. Já. Það er ekki alveg búið. Nei. Matteo með hann upp hérna og Eddi kemur hann yfir. Kemur hann á kantinn hérna og Fín vörn. Fín vörn og Matteo hinum megin. Já, þeir haldið svo loftið. Þeir ná einhvern veginn að krafsa þeim bolta áfram og hérna ekki. Heldur ódýrt stig. Já, Hafsteinn kom mér alveg óvart þannig, ég vissi ekki að hann væri þetta litbúr, hann gæti ná öppin í þetta líka. Nei. Þannig að 10 stiga munur og Hamarsmenn heldur betur að svara fyrir hrinun áðan. Þið getur K.A. svarað aðeins núna. K.A. gerir það breytingu og Sölvi kemur inn á fyrir Hermann í uppgjöfuna. Já, Hermann reynda búinn að vera með flottar uppgjöfur. Já, hann er heldur búinn að vera mest stabíl að þeim í uppgjöfunum. Hann er búinn að taka 16 uppgjöfur og aðeins 1 klikka. Já, akkurat. Með þess að dæmi Matteo með 10 og 4 klikka. Já. Matteo er enda búinn að ná í 1 ás, hann má eiga það. Já.
Rýbak og setur hann út, nei, eða hvað? Jó. Nýra línuvörður dæðar hann inn í endanum. Já. Og staðan núna 17-7, Hamarsmönnum í vil. Móttaka, já. Lex þetta mót. Þetta bara því miður ekki voru hreinu okkar. Það þarf eitthvað mikið að gerast. Já, ég sýnist nú eiginlega bara svona á svipbröðum okkar leikmanna. Já, ég held ég sé alveg búin að missa trúna, sko. Það er svolítið svoleiðis. Gleifir Matti og setur henni í neti. Já. Við höfum algjörlega afskrifað það að við fáum Ottarhreinu. 19-7, Hamarsmönnum í vil og heldur betur svar eftir að við tókum þessa þriðjurinn aðan. Já. Sjáum hann. Gleifir Matti og enn og aftur laumar, Ragnar mætir undir. Og þarna er engin Hávörn en sleppir með það og Matteo. Já, Matteo heldur áfram að skora, komið 19 stig. Þá gerir það aftur tvöfaldi skiptinguna eins og við erum búin að vera varin að gera. Já. Patrik fyrir þá í uppgjöfuna fyrir Matteo. Gísli kemur í framlínuna. Jæja, fyrir þetta aftur. Já. Og... Hann dó bara alveg hana. Já. En enn og aftur er Jakob að gera mjög vel úr sínu stöðum. Já, það var mjög flott lauma. Hann er ekki að eiga það sko, hann er endur svo hæst í loftinu, hann stekkur eins og rosalega hátt. Stekkur mjög hátt. Gísli, en fín vörn hérna með og aðja. Alltaf áfram í leik og Gísli fyrir hérna yfir. Upp á miðjuna og að fóra á neti. Er það ekki? Já, ég sá ekki að annað að fara á neti. Já. En fyrst að Lexi segir ekkert, þá hlýtur þetta að hafa verið að Lexa. Já, ég var alveg svo viss að það hefði bara farið í netið. Já, ég líka alveg 100% viss. Það tangar sér fínt að menn tölu ekki saman. Já, það var svolítið fínt bara. Þessi endaði úti. Óskar og Birkir lítilega ákveðan að hann fóru bara að brosa. Já, veit. Hann var ekki alveg sáttur með þetta, hann Harsteinn. Ég held að hann hefði verið langt inni. Já, nei, þessi var úti. En hann var alveg. Það er að freka hvort að einhver hefði síðast til að snerta hann. Já. Og þeir eru að bjarga þessu. Byttu nú við. Var ekki alveg viss hvort að það verið rétt með antennuna þarna. En ég er að segja nú ekkert, þannig að... Já, ég held að þið séu bara að bíða eftir þetta sé búið eiginlega með að við svipnum á þeim. Já. Það er svona fínt að klára þetta bara núna, ná 10 fréttum. Já, ætli það ekki. En já, smá vonbrigði þessi fjórða hreina, það búið að vera svo svona skemmtilegt og jafnt. Það Lexi, Hávörðin frábæra vanda hjá þeim og svo kemur
hörku bolti hérna kantinum og 14 stig hjá Jakob núna. Já, þarna kemur Ásvar Rýbæk. Já. Bratislav 14 stig hjá honum. Hans annar ás. Já, ok, og endar svo í hávörninni hérna hjá honum Kristjáni. Og þessi leikur búinn 25-9, lokaþurrið í fjórðarhrinnu. Já, þessi fjórðarhrinna var svekkjandi. Mikil vonbrigði. En ég ætla að mjög ánægður að allan náðum hrinu. Þá vissulega tellið það lítið svona inn í end. En allavega við sjáum það, stráðinni gefur þetta ekki upp og... Nei, akkurat. Og ég held það líka ef það fer svo að þessi lið mætast í úrslitum í Kjörnsbikarnum næstu helgi þá getum við alveg tekið punkt út úr þessum leik. Já, akkurat. En fyrst eru alltaf strákarnir að klára Vestra. Já. Og Hamar þarf að klára HK. Já. Og já, svona við höldum að tala um aðeins um bikarinn, þá náttúrulega eru þið að fara að spila móti Þrótti Fjarðabyggð. Já. Og hinum leiknum Álftanes og Afturelding. Og Afturelding, já. Já. Þannig að já, það blakk veisla framundan. Já. Heldur betur. En já, kíkjum kannski örstuð á tölfræðina í þessum leik áður en séum það gott. Sjáum hérna þessi fjórðarhrinna var alltaf bara einstefna. 25-9, KA með 4 smarstig og hitt eru stig eftir miðstöð gestanna. Það er 4 misjafnar uppgjafir en að sjá að KA heila gerir lítið annan að fá gefin stig hérna. Já. En já, og við skorum aldrei 2 stig í röð í þessari hrinu. Nei, akkurat. Það er eiginlega hálf komískt eitthvað. Já. Og sjáum hérna svo tímalínuna, hún er svo sem svipuð, það er bara þetta var algjör einstefna. En já, eins og 3-1 sigur Hamars og en við höldum það bara áfram, eins og segir, það er bikarhelgi framöndan, næstu helgi í Digranes í Kópavogi. Hvetjum það að sjálfsögðu alla sem að geta að mæta á leikinn okkar. Já. Strákarnir eru á föstudaginn, þið á laugardaginn og vonandi 2 úrslitaleikir á sunnudegi. Já, við vonum það. Já, undanúrslitin í beinni á YouTube síðu BLI og úrslitin í beinni á RÚV. Já. En já, heldur við bara þakka bara kærlega fyrir okkur í dag. Bara Jóna, frábært að hafa þig. Já, takk fyrir. Við vissulega við kannski vilja sjá önnur úrslit en við ráðum því ekki. Nei. En já, annars bara takk kærlega fyrir árið og við sjáumst bless. Bless.